Góðu gestir, velkomnir í 57. þátt af sjónvarpslausum fimmtudögum. Það er svona dálítið annar taktur í þessum þætti heldur en alla jafna hjá okkur. Vikan hefur auðvitað verið undir norpin þeim atburðum sem eiga sér stað út á Reykjanesi og sérstaklega í námunda við Grindavík. Og það sá órói sem þar hefur verið, rýming bæjarfélagsins og allt sem því hefur fylgt. Það eru þetta risa aðgerð búin að vera í gangi og margir sem vart hafa getað unað sér hvíldar í nokkru samhengi síðan atburðarásin svona fór af stað á fullu þarna undir lok síðustu viku. En þetta vonum við að þetta fara allt á sem eins viðráðanlegan máta og hægt en það er strax orðið ljóst að tjónið er mikið og áhrifin á fjölskyldur og fyrirtæki gríðarmikil og það er mikið verk framundan. Við sitjum hér í stúdíónu rétt kvöldmataleiti á fimmtudegi og erum að taka upp þennan þátt. Þannig að það er ekki farið að gjósa þegar þátturinn er tekin upp og hvenær sem það nú gerist ef það gerist en þeir sem hlusta á eftir einhverja daga hafa það í huga að þátturinn er tekin upp kvöldmataleiti á fimmtudaginn 16. nóvember. Sigmundur Davíð, hvernig eru síðustu dagar búin að vera svona eins og þeir horfaði þér annars vegar bæði hvað eldsumbrotinn, viðbrögð stjórnvalda og síðan svona bara hvernig þetta horfir út frá þínu sjónarhorni? Já, þetta er náttúrulega alveg hrikalegt fyrir Grindvíkinga, þessi staða, og við sjáum að tjónið er þegar orðið gríðarlega mikið. Hvort sem verður eldgosið ekki, þá mun þurfa þarna augljóslega mjög mikla vinnu við uppbyggingu og ekki hægt annað en að ríkið, samfélagið komi að því og þar myndi maður nú vilja sjá kannski svona skýrari línur frá stjórnvöldum hvað sé að vænta miðað við ólíka niðurstöðu sem geti orðið að þá allavega viti fólk að það verði í öllum tilvikum passa upp á það, Grindvíkinga. Og svo er þetta örugglega sálrænt alveg gríðarlega erfitt að vera í þessari óvissu bæjarfélagið þitt, samfélagið þar, eigur þínar, fasteign, allt skyndilega í algjör óvissu. Þannig að maður lítur nú eiginlega svo á núna, ég held við verðum að gera það almennt landsmenn, að nú þurfum við að forgangsraða í þágu Grindvíkinga og það sem ég á við með því er að mér finnst blasa við nú þegar að fjárlögin séu ónýtt. Já, það lítur að líkir augurum uppi. Það þurfum við að breyta þeim mjög töluvert og þá spara á öðrum sviðum til að geta komið til móts við Grindvíkinga og framtíðar uppbyggingu. Ég held að menn hljóta að sýna því skilning að það verði ráðist í sparnað annar staðar og ríkið þá framkvæmir það sem það auðvitað átt að vera löngu búið að gera, að takast á við óþarfa útgjöld til að geta betur staðið bakið á Grindvíkingum. En viðbrögð stjórnvalda hafa að mínu mati verið svona svolítið svona ofhikandi og þegar kemur loks ákvörðin eins og með varnargarðana þarna við Svartsengi, Bláalónið, 2 árum eftir að drög voru gerð að þeim? Já, rúmum 2 árum. Og komum þetta bara núna daginn eftir ég spurði forsætisráðherrann síðast út í þetta, að þá er það bara gert með því að hækka skatta á alla landsmenn. Það er flesta. Það virðist alltaf vera leiðin sem er fyrsti valkostur hjá þessari ríkisstjórn og ég nú eiginlega skil bara ekki hvað Framsóknar þingflokkurinn og sérstaklega Sjálfstæðis þingflokkurinn
láta þetta yfir sig ganga. Það maður allavega trúir því að þeim þykir þetta ekki skynsamlega leið að fara. Nei, einmitt. En það eru til staðar sjóðir, og þar með talið ofanflóðasjóður sem að verið hæg heimatökin að gera smávægilega breytingar á lögunum til þess að hægt var að nýta fjármagn þar. Já. Það nýbúið að gera breytingar á þeim lögum til þess að heimila notkun þeirra fjármuna til rannsókna á sem sagt ofanflóðavá annari heldur en snjóflóða. Þannig að það var ekki svona óeðlilega að fara, fannst mér. Nei, og þau hafa gengið á sem að þessara sjóða en nota penningan í einhver allt annað heldur en þeir voru stofnaði til. Það var lagt fyrir allsinn á menntamálunefnd svar á mánudaginn, svar við spurningu sem ég beindi til fjármálaráðuneytisins varðandi ofanflóðasjóð, og þá það þannig að það eru tæpi 14 milljarðar sem að búið að innheimta meira í þann sjóð á grundvelli gjaldheimtu sem að honum snýr heldur en búið að verja til verkefna tengdum sjóðnum, og það svo tala sem þá væntanlega miðar við allir ekki 2017 sem að mörkuðu tekjustofnunir eru lagðir niður. Þannig að mismunurinn síðan þá hefur bæst ofan þessa tölu, þannig að þessi tala ábyggilega nær 20 milljörðum heldur en þeim 14 sem að hún var við þessi tímamörk. Þannig að það eru gríðarlega miklir skattar og gjöld sem búið að taka fasteignaeigendum landsins til að borga verkefni ofanflóðasjóðs sem eru bara að fara í almennan rekstur ríkissjóðs núna undanfarin ár. Já. Og ég held að það sé mikilvægt, ekki hvað síst kannski við svona aðstæður, að við viðhöldum pólitískri gagnrýni þar sem hún á við. Því að það þýðir ekkert bara að líta svo á að stjórnvöld eigi að taka allar ákvarðanir sjálf án þess að leita samráðs eða leita bestu leiðina, og aðrir bara að halda sér til hlés. Ég held þvert á móti að þessi núna hlutverk stjórnarandstöðu að bakka upp ríkisstjórnina, ef svo má segja, með því að bendinni á hvað þarf að gera betur og hvað ætti að gera öðruvísi. Við höfum séð það í ljósi reynslunnar, eins og má kannski segja að einhverju leyti COVID-tíman, að það er ekki gott fyrir ríkisstjórn það er ekki gott fyrir stjórn landsins þegar ríkisstjórn stígur bara út úr sínu hlutverki eða þá ætlar bara að stjórna öllu gagnrýnislaust. Að það eru sérstaklega á erfiðum tímum þegar mikil þörf er á réttum ákvörðunum, þá þurfum við að halda í gagnrýnina og rökræðanum bestu leiðirnar. Talandi að taka réttar ákvarðanir, ég hef nú gagnrýnt og við báðir mjög ákveðið þessa leið sem var valin af ríkisstjórninni að leggja nýjan skatt, nýtt gjald á alla fasteignaeigendur á landinu, og núna er verið að vinna að útfærslum lausna sem tengjast útvíkkun reglna atvinnuleysistryggingasjóðs. Og ég óttast þar að þar verði farið í einhverjar smásmögulegar hliðaraðgerðir sem að benda ekki til þess að ríkisstjórnin hafi skilning á því að í fyrsta lagi borgi atvinnulífið það sem kemur inn í atvinnuleysistryggingasjóð, og síðan sé mikilvægi þess meira en nokkru sinni fyrir hvað það varðar að byggð geti komist á aftur í Grindavík. Að byggðin endurreisist þar öllu heldur. Og en það má reikna með að þetta komi fram annarkvort á morgun eða mánudaginn, þessi nálgun stjórnvalda hvað þetta varðar. En ég mér segir svo hugur að þarna verði mögulega bara ef við horfum á þessa nýju skattlagningu, þá verði einhverjar furðumeldingar þarna inni sem að benda til þess að ríkisstjórnin hafi lítinn skilning á mikilvægi atvinnulífsins fyrir svæðið.
Já, og þá er það hlutverk okkar að reyna að minnsta kosti að benda þeim á það og færa þau inn á rétta braut. Já, akkurat. Og við reynum að standa okkur í því. Þannig að það er ekki, hafi ríkisstjórnin talið að sú samstaða sem að Íslendingar sýna alltaf í neyð, að hún þýddi að þau ættu bara að geta tekið rangar ákvarðanir á NATO-samda, þá er það ekki þannig. Samstaðan birtist líka í því að við ræðum saman hvort sem er í stjórnmálunum eða almennt í samfélaginu hvernig sé best að bregðast við. Já, akkurat. En hvað svona, nú þetta verður eflaust farið að einhverju marki verkfærakistuna frá tímabili COVID-faraldursins, en síðan eru þetta mál núna sem að hljóta að koma til skoðunar ef það er ekki þegar byrjað að skoða. Það er til dæmis húsnæðismálin, og það þekkja nú allir viðlagasjóðshúsin sem að Vestmannaeyingar fluttu í víða land eftir gosið þar fyrir 50 árum síðan. Sko núna eru 3.900 manns þannig lagað meginatriðum heimilislausir. Og einhverjir hafa erlendu starfsmönnum hafa farið til síns heima, en ég held að sé ekki stór hópur enn sem komið fólk liggur inn á fjölskyldu sínum, ættingjum og vinum og síðan að fá lánaða sumarbústaði og þess áttar hér og hvar. Það hann búinn að fara dagurinn hjá okkur í að gera íbúðarhæfar aðstöður sitt hvorum megin ríkjar. Já. Hvernig hefur gengið á þér? Já, eins og heyri kannski þá ég svona hálfþreyttur. Þetta var meiri tiltekt en ég átti von á, en þá var ég búinn að fresta þessari tiltekt á þessum þrifum og flutningum á húsgögnum lengur en kannski góða og gengdi. Þannig að maður getur nú rétt ímyndað sér álagið þá á fólkinu sem að hefur kannski fengið að fara heim til sín í nokkra mínútur og eftir marga tilraunir til að ná í nokkra hluti þar. En já, þetta hefur bara gengið prýðilega, en rétt að minna á það þó að flestir hafi svona í fyrstu komist í eitthvað húsnæði til bráðabirgða, og þetta er ennþá bara verið að tala um bráðabirgða húsnæði, þá í mörgum tilvikum voru það aðstæður sem að fólk getur ekkert verið í meir en kannski bara örfáa daga. Til dæmis fólk sem við hittum í dag þau verið 10 saman í lítið íbúð. Já. Menn geta bjargað sér þannig nokkra nætur, en það er ekki langtímalausn. Já, og við hvetjum þá sem að tækifæri hafa til þess að gefa sig fram og aðstóða Grindvíkinga. Og ég efast ekki að margt fólk verður tilbúið til þess, margir auðvitað búnir að því nú þegar. Já, en svona vöntunin er mjög mikil en þá, þannig að það er að gera fyrir alla þá sem að möguleika á svigrúm hafa til að líta til með því. Þú ætlar að klára þrifin þín í kvöld, er það ekki? Jú, það verður gert og græjað í kvöld, þannig að þetta er allt að smella. En þetta sko húsnæðismálin og það sem ég nefndi með viðlagasjóðshúsin þarna í byrjun, gagnvart Vestmannaeyingum og þeim sem þurftu að flýja eldgos í Vestmannaeyjum, þá held ég að það sé óumflýjanlegt að einhverja slíka lausnir þurfi að vera til taks. Því að þó að óvissan sé þetta mikil, þá eru býsna mikla líkur á því að þetta ástand vari allnokkra hríð. Já. Og hvenær sko er komið svona að þann mörkum hvað það varðar að fólk sé í aðstöðu sem er ekki boðleg nema í nokkra nætur í raun. Og bæði á það við bara foreldra og börn og í rauninni alla. Það þurfa að hafa einhverja tilfinningu fyrir því að það sé svona ljós við enda gangana hvað húsnæðismálin varðar. Og ef að þetta er ástand sem að, ef við tökum bara sem dæmi, varir í
6 til 12 mánuði bara til að nefna einhver tímaramma. Þó að sé ómögulegt að átta sig á því þá er það strax orðið miklu meiri tímarammi heldur en núverandi lausnir þola. Já, já. Það er alveg rétt og allt hitt sem þetta fylgir, krakkarnir og námið og íþróttirnar og allt þetta. En það verður að segjast eins og að samfélagið, og það er ekki að tala um einstaklingana, heldur bara samfélagið í merkingunni ríkið eiginlega, er ekki eins vel í stakk búið til þess að taka á þessum vanda núna og það hefði átt að vera. Því að á öllum þessum sviðum, nefndir húsnæðismálin og það eru menntamálin og heilbrigðisþjónustan, geðheilbrigðisþjónustan, ekki hvað síst. Fyrirgefðu, það sem þú nefnir núna er allt saman þjónustuþættir samfélagsins sem að hefur verið sett gríðarleg pressa á undanfarin misseri bara með miklum fjölda hælisleitenda sem hingað á sótt. Akkurat, þar hefur ríkt stjórnleysi. Við erum náttúrulega oft búin að nefna þetta í þættunum og það er ryksugu upp allar leigu íbúðir og kaupa aðrar, taka heilu hótelin á leigu til einhver ára og engin úrræði voru en eftir þá ákvaðu þau að breyta reglum um atvinnuhúsnæði og nota skrifstofu og iðnaðarhúsnæði sem íverustaði fyrir þessa hælisleitendur en þau voru ekki með neitt hús í huga. Nefndu eitt í fæðingarheimilið við Eiríksgötu. Já. Þannig að þetta eru aðstæðnar sem eru komnar upp og eins með skólana, gríðarlega mikið álag á skólunum, verða að kenna á fjölda tungumála og veita sér þjónustu og álag á heilbrigðiskerfið. Þannig að öll þessi kerfi voru lent í verulegri vörn þegar svo þessir atburðir verða og er þá ekki nógu vel í stakk búið fyrir vikið til að taka á vandanum. Það verður nefnilega að vera til staðar ekki bara kerfi sem virkar heldur líka helst kerfi sem hefur einhvað svigrúm til að bregðast við þegar að verða óvæntir atburðir. Já. Það hefur ómiklu leyti verið vanrækt þrátt fyrir þessa gríðarlegu útgjaldaaukningu síðustu ára. Og ástæðan fyrir því að rekja þetta hér til að undirstrika það sem ég nefndi á hann, að nú verður ríkisstjórnin bara endurskoða þá stefnu sem hefur verið rekin, forgangsraða í þágu Grindvíkinga til að takast á við þessum miklu atburðum þar, takast á við þá, og eins að spara það sem er kannski tilefni til. Já. Og sko ég get alveg viðurkennt sko þessi nýji skattur vegna varnargarðana, hann strýkur mér öfugt og sko mér hefði þótt miklu nærtækara að leggja sérstakann skatt á landsmenn bara svo að menn áttuðu sig á ruglinu á bara þarna montháttíðina, Evrópuháttíðina sem var haldin hér síðasta haust af forsætis- og utanríkisráðherra. Sama upphæð. Sama upphæð sko en hún deilist á 3 ár gagnvart varnargarðunum sko. Þannig að þetta er algjörlega fráleitt að ætla að innleiða nýtt gjald til þess að takast á við þetta og eins og við fórum inn á áðan það eru sjóðir og varasjóðir og fleira slíkt, sko almenni varasjóðurinn er bara, það er beinlínis bara eitt af hlutverkum hans, almenni varasjóður ríkissjóðs, að takast á við kostnað vegna náttúruhamfara. Þó að sé reyndar óttalega upplýsingaóreiði í gangi varðandi umræðu síðustu daga hlutverk og stöðu þess tiltekna sjóðs eða þeirra fjárveitingar. En þá breytir það því ekki að eitt af megin hlutverkum sjóðsins er að takast á við óvæntan kostnað vegna náttúruhamfara. Og þannig að það verður ekkert skýrar en það hlutverkans gagnvart því sem er uppi núna. En þetta það virðist vera sko einbeittur brotavilji hjá stjórninni til þess að nýta hvert tækifæri til þess að auka skattheimtu. Já,
og mér fannst skýringarnar eiginlega hljóma þannig eins og þau eiginlega bara sæju tækifæri í þessu til að hækka þennan skatt. Og talum ekki þegar að forsætisráðherrann fór svona í ræðunni þar sem hún fór yfir þetta að tala loftslagsmál og kannski var hægt að nýta Það er alltaf verið að nýta ferðina. Já, svona, já. Getum komið þess á og þá getum við hækkað þetta setna og þess að koma nýju prinsippi inn. Og það er nefnilega annað. Ég skrifaði pistil í Morgunblaðið á, ætli hann hafi ekki birst í gær, miðvikudagsmorgun, jú. Og þetta furðumál. Og sko, það er auðvitað þannig að það er fátt varanlegri í þessum heimi heldur en tímabundnir skattar og gjöld. Það er aldrei fallið frá þeim þegar þau eru einu sinni komið á. Og þarna í frumvarpinu er bara beinlínis skrifað út og það kom fram þegar ráðherra kom fyrir allsherjar- og menntamálanefnd og talaði fyrir málinu þarna á mánudaginn. Það dettur engum til hugar að þetta verið tímabundið gjald. Engum. Og af hverju þessi sýndamennska? Af hverju segja menn ekki bara hlutin eins og þeir eru? Þannig að og það er bara beinlínis, þannig römmuðin upphæð sem stendur nokkurn veginn akkúrat undir kostnaði við það verkefni sem við farið af stað núna. En svo eru tilgreintið ýmsa sem að þetta gjald á að standa undir til viðbótar við því. Það verður ekki gert nema með annaðhvort hækkun gjaldsins eða framlengingu þess. Þannig að það eru engar líkur á því að þetta sé raunverulega tímabundið gjald. Ég skil ekki þörf ríkisstjórnarinnar fyrir að svona blekkja skattgreiðendur. Lefum mér að orða það þannig. Já, og ég tala ekki að nota svona atburði sem einhvers konar afsökun fyrir því að gera það sem þau virðist hafa langar að gera hvort þið. Á svona stundum gera stjórnvöld bara það sem þarf og það sem hægt er. Já. En sko það að leggja á nýjan skatt, nýtt gjald fyrir milljarð á ári í 3 ár, það er algjörlega óskiljanlegt. Bara núna í vikunni, ég held að hafi verið í gær, mælti fjármálaráðherra fyrir fjáraukalögum þar sem að útgjöld ársins var upp 84 milljarðar ef ég man rétt. Og ofan á allar þegar áður tilkomnar hækkanir. Þannig að útgjalda hliðin er stjórnlaus eins og hefur svo sem blasað við lengi. Það er búið að nýta obbana varasjónum, það er nú það sem að Eyjólfur Ármannsson hefur verið að skrifa og farið í viðtalum, en ég held að sé svona kannski byggt á ákveðnum misskilningi nálgunans, en það breytir því ekki að það er búið að nota þessa sjóði í að megninu til nú þegar innan ársins. Já. Og svona kollakóllið, þannig að þetta er bara, það bendir allt til þess að Samfylkingin verði ekki Íslandsmeistarinn í áhuga í skattahækkunum þegar á reynir, heldur verði það ríkisstjórnin. Já. Hvað hefur komið frá þeim annað, það sem afir þingi, en skatta- og gjaldahækkanir, eins og þær sem að Þórdís Kolbrún hélt áfram að kynna núna í vikunni. Manst eftir einhverju sem munar stóru frá ríkisstjórninni, stefnumarkandi. Hvað eigið aðhald var það til dæmis? Já, ég er nú ekki einu svona að biðja það, ég er bara að meina einhver mál sem skipta máli frá þessari ríkisstjórn önnur en allar þessar gjaldahækkanir. Nei, það er ekki feitan gölt að flá í þeim efnum. Ég held að við hljótum nú að fara að gera bara harða kröfum það að ríkisstjórnin uppfæri þingmálaskrána sína eftir stólaskiptin hérna daginn. Því að hvað ætlar núverandi utanríkisráðherra Bjarni Benediktsson til dæmis að gera við smámál eins og bókun 35? Já. Það bíða margir spenntir til að sjá hvað út úr því kemur. Ætlar Þórdís Kolbrún að setja einhverju marki á eitthvað sem snýrað fjármálaráðuneytinu, en sem komið hefur hún bara mælt fyrir skatta- og gjaldahækkun af frumvörpum. Já. Ég held að sé óætt að segja frá því að í utanríkismálanefndinni núna í gær þá mætti utanríkisráðherrann óvænt, myndi ég segja. Og nú má ekki vitna beint í fólk á fundum utanríkismálanefndar, en það kemur þó væntanlega fram í fundargerð að þarna var
ráðherrann mættur til að ræða hvað? Bókun 35 á þessum tímum. Þetta fannst mér alveg með ólíkindum því að þegar ég hefði fengið dagskrána þá var bara einn liður á dagskrá. Kom ekkert fram hver myndi fjallum hann. Það var staðan í alþjóðamálum eða yfirferðum stöðan í alþjóðamálum. Hljóma svona eins og einhverjir starfsmenn í utanríkisráðuneytinu komið og svona einhverjir skýra stöðuna í Úkraínu og Ísrael og Gaza. Fyrir þá sem ekki með aðgang á internetinu. En nei, svo var ég búin þá að ákveða því við fyrir nú ofta að velja hérna milli funda á hvernig við nýtum tíman að þarna væri ekkert að missa af neinu mikilvægu. En bara rétt á þannig fundurinn hefst þá send út breytt dagskrá. Bara korter áður eitthvað svo leiðis eða ekki? Já, rúmlega korter. En ég sá það ekki. 20 eitthvað mínútur, kannski, já, akkurat. Og þá bara Bjarni Benediktsson mættur til þess að fjalla bókun 35 á sama tíma og neyðarástand hérna ríkjandi sem að ríkisstjórnin ætti nú að vera öll að velta fyrir sig hvernig hún ætla að taka á. Þetta þótti mér bæði skrítið og óviðeigandi og ég vona að þessi stjórn fari nú að ná áttum og enn og aftur hugað forgangsröðuninni. Frekar en að efna til átaka stór pólitísk ágreiningsmál á meðan að hún segir nú þurfum við öll að standa saman. Já. Það fer ekki saman hljóðamynd hjá þeim hvað það varðar. En þetta svona bara áfram heldur þessi taktur að það koma fámál fram og þau eru svona mörg hver óttalega þunnildi eða tæknilegs eðlis. Það lítið af svona raunverulega pólitískum málum sem að lögð hafa verið fram núna undanfarið en mörgum þeirra flaggað. Já. Þannig að þetta verður allt komið í hnútina skams en nú líklegt. En svo breiðum okkur aðeins aftur til Grindavíkur, þá ræðum aðeins fréttaflutningin. Já. Þetta búið að vera, við erum komin svona inn í tímabil þar sem að þetta dálítið mikið endurtekningar. Nú á morgun vika síðan allsherjar rýmingi var framkvæmd og Jóhanna Vigdís spyr í kvöldfréttatímanum á hverjum degi hvort það sé ekki örugglega við farið að kjósa eða það bil að fara að kjósa og sérfræðingurinn sem í heimsókn hverju sinni talar það nú aðeins niður. En RÚV átti allhressilega náleik í vikunni. Það nokkuð hægt að kalla þetta annað en að það hefur reynt að brjótast inn í hús í Grindavík? Þetta var augljós, finnst mér, tilraun til innbrots og þeir eru ekki þrætt fyrir það. Hvorki sá sem að í hlut átti eftir því sem ég las eða stjórnendur fréttastofunnar hana komum reyndan með einhverja fáránlega skýringu á að þetta hefði verið svona í óðagoti á meðan að því það var þarna þetta neyðar ástand man ekki hvað orðið notuð en allavega að því hefði leitt þetta óðagot sem náttúrulega fullkomlega ólógist ef þú væri smeykur við að vera á einhverjum stað vegna hættu, myndir þá byrja því að brjótast inn í hús á staðnum og þeir voru reynda búin að vera þarna áður að fljúga drónum einhvers staðar þar sem að það var bannað líka. Ég hefði tekið eftir því skömmu eftir lokaninnar þá voru nú einhverjir fréttamenn hann að RÚV mjög ósáttir við það að fá ekki að fara inn á svæðið. Þeir hefðu reynt fyrir sér á nokkrum stöðum og alls það verðum bara vísað í burtu eins og það gilti ekki sömu reglur þá eins og íbúana. Þannig að þetta er ekki nógu gott og mér finnst það Ríkisútvarpið þó að það hafi beðist afsökunar sem hann náttúrulega þykja undur og stórmerki. Já, það gerist ekki oft. Nei, en þá finnst mér að mættu náttúrulega gera þetta betur upp.
enda mörgu ósvarað. Var þetta eina húsið sem að var reynt að komast inn í? Já, akkurat. En þetta það var tekin ákvörðun semst á mánudaginn og keyrði í gegn lagasetning varðandi varnargarðana og það allt komið á fullt. Já, en ég að velta fyrir mér með þessa varnargarða og það annað sem að ég vilja sjá meira fjallaðum í fréttum. Ennþá bara verið að reisa varnargarðana þarna við Svartsengi til að verjast gosi frá þeim stað þar sem að menn hafði fyrst hugmyndir að getur komið upp. Þrátt fyrir að núna sé virknin að því virðist búin að færast mjög verulega og menn sé að tala að líklegustu staðirnir akkurat núna sé jafnvel þarna norðaustur af Grindavík. Akkurat. Hefur þið séð eitthvað þetta? Verið að reyna að gera einhverjar ráðstafanir þeim megin? Nei, ég verð nú að viðurkenna, ég ekki alveg með á hreinu hvað snýr upp og niður í þeim efnum. En það auðvitað eitt og annað sem gæti hafa farið fram hjá manni síðustu dag, en ég held nú samt að það sé bara verið að horfa til þessara varnargarðsins stóra í kringum Svartsengi og sem fer þarna út fyrir Bláa lónið en sker bílastæðið þar það utan við garðinn. En síðan garður, svona beinn garður þarna upp á hæð þar ofan við og en því til viðbótar ég nú ekki viss að sé fleiri svona stórplön í gangi. Nei, ég myndi bara vilja vita þetta kann eiga sér eðlilega skýringar en maður ímyndar sér að einhvers konar leiðigarðar eða varnargarðar gætu komið að gagni þarna ef þeir eru reistir tímanlega til að verja byggðina. Og þetta eitthvað sem maður myndi vilja fá upplýsingar hérna frá stjórnvöldum í þinginu og vonandi að það gefist fleiri tækifæri en verið hefur til þess að ræða við þá ráðherra sem að halda utan af þetta, stýra þessu. Já. Það nú komin svona þessi taktur, það eru munnlega skýrslur ráðherra 2 að vera núna í vikunni. Það var skólamálin og dómsmálaráðherra reið á vaðið. Og það hlýtur að koma til þess að málefni eins og húsnæðismálin verði rædd í slíku samhengi. Einhver dómsmálaráðherrann kom þarna það leyti sem að var verið að samþykkja lögin var það ekki til að heimila þessa varnargarða. Já. Og ég held að við þessar aðstæður þá ættu ráðherrar að gera meira því að halda fólki upplýstu, ekki bara okkur í stjórnarandstöðunni, heldur líka almenningi með því að taka þessi mál reglulega fyrir, gefa yfirleitt hér á þinginu, gefa þingmönnum kost á að spyrja spurninga og leyfa þeim að fylgjast með. Fremur en að verja tíma þingsins við þessar aðstæður í alls konar mál sem að ýmist hafa snúist þessa nýju skatta og skattahækkanir eða þá einhvað sem að allir meira og minna vita verður varla samþykkt. Já. Ég ætlum að hvetja ráðherrana til þess. Það hjálpar okkur líka við að halda þeim við efnið. Já, það alveg á hreinu, sko. En síðan það eru fleira, við komum nú aðeins inn á það áðan varðandi þessar vangaveltur stjórnvalda, hvað það varðar að verja Grindvíkinga tekjufalli núna þegar atvinna Grindvíkinga margra hverja er í óvissu. Já. Hefur eitthvað heyrt af því, hvernig svo vinna stendur? Ég lýsti bara yfir þessum áhyggjum mínum áðan að það einhverjar furðu krúsidúllur þarna settar inn sem að lýsi í raun andúð ríkisstjórnarinnar með Sjálfstæðisflokkinn í fjármálaráðuneytinu á atvinnulífinu á svæðinu. Já, þetta dæmi annað mál sem þó þessu tengt sem að ætti að fara yfir hérna í þinginu og upplýsa þá almenningum leið en það gagnlegt fyrir almenning að fá hér umræðu sem að
Það sem við getum dregið fram skýringar á því sem að kannski ekki nógu skýrt í tilkynningu þeirra, fremur en að það sé bara hent út einhverjum fréttatilkynningum eða einhver komment gefin í einhverju viðtali sem að menn hafa svo takmarkaða möguleika á að fá nánari skýringar á. Já. Þannig að stutta svarið við þessu er nei, ég veit ekkert meira en það sem að menn hafa verið að velta fyrir sér upp úr einhverjum viðtölum við ráðherra. Ég held að þetta sé nú einmitt sko, það sem þú kemur inn á núna skipti gríðarlega miklu máli. Það er að upplýsingarnar til fólks séu svona stöðugar og eins réttar og mögulegt er. Þetta er alltaf einhver óvissa á svona stundum sko. En það enga síður bara ef við gerum grein fyrir henni þá ræður fólk alveg við að fá upplýsingar framsettar með þeim hætti. Já. Og ég held einhvern veginn að sko með jafn mikla óvissu og fólk býr við núna íbúar Grindavíkur í hvað atvinnumál varðar, hvað húsnæðismál varðar, bara hvað fjölskyldumálin, bara menntun barna og tómstundir og þarfamdi göttunum, þá held ég að sko það skipti öllu máli að upplýsingaflæðið sé eins opið og heiðarlegt og nokkur kostur er. En því að ég held að sko það sé bara partur af því að byggðin svona haldi saman og verið sér fljóta að ná viðspyrnu þegar þetta garð gengið að svona samheldnin hafi haldið. Akkurat, algjörlega. Og sérfræðingarnir geta haldið blaðamannafundi sitt svið og útskýrt fyrir okkur hvað þeir halda að sé að fara að gerast, hverja líkurnar sé á því og allt þetta, en það er bara allt annar hlutur heldur en svo pólitíska forysta sem þarf að vera við þessar aðstæður. Og þar eiga ráðherrarnir, forsætisráðherrann, formaður þjóðaröryggisráðs þar á meðal, alveg sérstaklega að halda okkur og almenningi upplýstum stefnuna, hvað þau sjá fyrir sér út frá ólíkum sviðsmyndum, þannig að það sé klárt í tæka tíð, en ekki eins og ég gerði nú aðeins athugasemd við hérna á þinginu daginn, ekki þannig að þegar að eitthvað er orðin hlutur að þá ætli menn að fara að velta fyrir sér hvernig eigi þá að bregðast við því það er miklu erfiðara heldur en ef menn einfaldlega tóku eða mátu þetta og tóku ákvörðun ekki í panikki heldur í taka tíð. Já, og ég held að einmitt það að vera ekki að taka ákvarðanir í panikki. Nú liggur þessi skýrsla frá greiningu mikilvægra innviða frá 2021-22 vinnan og skýrslan og sko ég held að það sé ýmislegt þar sem hægt að sækja til þess að menn finnir sig ekki aftur í þeirri stöðu sem að raunin var á mánudaginn, hvað það varðar að keyra máli í gegn svona innan dagsins og lippast á niður gagnvart svona vondum útfærslum eins og þessi skattahækkun var og ég bara aftur, ég er alveg hissa á því hvað að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hafi samþykkt að þetta yrði nálgunin, en þeir eru kannski ennþá í sjokki eftir að bæjarstjórnin í Garðabæ ákvað að rífa útsvarið upp úr öllu valdi þar í bæ. Já, það var nú meira maður. Ég segi ekki að það hefur komið eins og þrjumár heiðskýru lofti, við erum búin að sjá þetta gerast ítrekkað hjá þeim í þinginu, ekki hvað síst í ríkisstjórninni, sjálfstæðismönnunum þar. En svo eru bara síðustu vín að falla núna í flokknum. Já, það er það sem gerist, sko, það er einhvern veginn algjör uppgjöf. Já. En það er ekki aldeilis uppgjöf held ég hjá Grindvíkingunum. Þeir ætla allir að byggja upp bæjarfélagið sitt aftur og gera það sem þarf, sem að við auðvitað reynum að styðja við og bakka ríkisstjórnin upp í að gera og sérstaklega þegar eitthvað vantar upp á. En ef ekki að segja þetta gott í dag og bara hvetja alla sem vettlingi geta valdið til þess að svona taka til í nettum íbúðum sem kunna vera í kjöllurum hér og þar fram undir götunum. Það eru býsna margir sem búa við ansi þröngan kost núna. Já. Þannig að það munar allt í þeim efnum og svo bara vona maður
að Grindvíkingum takist að svona halda eins vel og kostur eru utan hvern annan og sitt fólkið í sínu nærumhverfi. Það skiptir miklu máli núna. Við sendum þeim hlýjar kveðjur, baráttukveðjur og vitum það að Grindvíkingar standa af sér það sem þeir þurfa. Og eitt svona í lokin, sko, sem að ég held að, ég hef heyrt nokkra að tala um þetta síðustu daga, ég held að mjög margir hafa ekki áttað sig á mikilvægi Grindavíkur svæðisins bara fyrir verðmætasköpun í landinu og almannahag fyrir þessar tölur í launinni bara svona lenda á okkur núna með öll þau aflaverðmæti sem þarna koma í land, ferðaþjónustuna í kringum Bláa lónið og aðra þætti, orkuvinnslan og þar fram til götunum. Þetta er gríðarlega mikilvægt svæði og maður bara, maður er stoltur af því að Miðflokkurinn sé með svona góða fótfestu þar í sveitarfélaginu. Er þetta ekki þriðji stærsti útgerðarbærinn? Jú. Ég fletti þessu upp mitt. Ég held að sé bara Reykjavík og Vestmannaeyjar sem eru með að hærra meira af þorskígildistonnum skráð hjá sér. Ég hef beðin að skrifa grein þessa stöðu fyrir erlent tímarit og var að því til klukkan 5 í nótt af því að ég var alltaf búin að vera að bíða að sjá hvort að eitthvað myndi skýrast og svo er ekki hægt að bíða lengur. Þannig að ég skrifaði. Milli 4 og 5 að nóttu til, þá skýrist ekkert nema að fara að gjósa. Sko. Nei, einmitt. Og það var eiginlega það sama hjá okkur núna. Við gátum ekki beðið lengur með að eftir því að vita meira hvað er í vændum. En við fylgjumst vel með og ég var nú svona frekar vona á að eitthvað mikið gerist þá verðum við með auka þátt til að... Já, við verðum með auka þátt ef tappin fer úr. En ef ekki, ef staðan verður svipuð núna eftir viku þá heyristu hér aftur á sama stað á svipuðum tíma, aðeins fyrirvæntanlega. En bara kæru áheyrendur, takk fyrir að hlusta á okkur í dag og við bara ítreka það sem ég sagði í byrjun, við erum að taka þennan þátt upp núna, klukkan að detti 8 á 15. þegar við ljúkum þessar upptöku og það er allavega ekki ennþá farið að gjósa og bara við sendum hlýjar kveðjur og baráttu kveðjur til Grindvíkinga hvar sem þeir eru niðurkomnir nú stundir. Við gerum það sannarlega. Takk. Bless í bíl.